skulum allan að byrja á að koma okkur fyrir samt sitjandi með fæturna krosslagða, lenda eins í líkamanum, lenda á dýnunni. Ég er að taka þennan tíma upp 22. apríl, það er dagur jarðarinnar og við erum ennþá í miðju COVID, pláu fárinu öllu saman. Það er ennþá eitthvað í það að við getum hist í tímum. Þannig að þangað til reynum við að jóka saman svona í gegnum þessar upptökur og beinu útsendingar sem við höfum verið að setja upp á síðunni okkar. Og við ætlum að vona að þetta komi að einhverju gagni og þið í raun og veru getið notað þetta til þess að viðhalda því sem þið hafið þegar náð og fengið út úr jóga og jafnvel bæta einhverju við ef við erum dugleg í að nýta tíman og stunda. En framfarir eru ekki endilega mældar í einhverju sem við getum meira líkamlega, heldur líka í ástundinni. Til dæmis að mæta á dýnuna daglega, þó sé ekki nema í 10 mínútur. Við skulum hafa augun aðeins lokuð, rétta úr okkur, draga hökuna aðeins inn, finna fyrir hálsinum, aftanverðum, hnakkanum, færa athyglinna niður í axlirnar, rúlla þeim aðeins aftur, reyna átta okkur á hvar herðablöðin eru stödd. Finna við getum andað aðeins dýpra heldur en við gerum yfirleitt svona í daglegu lífi. Við skulum svo tylla hægri hönd í dýnuna aðeins hérna fyrir utan okkur. Sveifla upp vinstri höndinni, teygja hana hérna upp og halla okkur vel yfir til hægri. Reynum að fá almennilega teygju á hliðina, vinstri hliðina alla. Endum rólega hér og þegar við endum þá reynum við að þenja út rifbeinin ekstra mikið hérna vinstra megin. Og setjast enn fastar í vinstri hliðina. Komum upp, tyllum vinstri, sveiflum upp hægri. Upp handleggurinn svona sirka meðfram eyranu og svo byrjum við að teygja úr okkur og sitja fast í hægri. Og við öndum djúpt, þenjum út rifbeinin. Og aftur upp í miðju. Ljómandi. Settu svo fingurgómana hérna upp á axlir. Olnbogarnir vísa beint út til hliðanna. Og við skulum dýfa niður í áttina hérna hægra megin. Og yfir til vinstri. Og kannski fara sumir alveg niður í gólf. Og aftur. Og yfir. Og upp í miðju. Losa. Ljómandi. Skulum koma yfir á hnén. Upp á 4 fætur. Aðeins að liðka bakið með kettinum og kúnni. Gera okkur stóra kryppu. Draga hökuna inn og horfa inn í áttina á naflana. Og gera svo ýkt af fettu. Setja rassinn upp í loft og horfa upp í loft. Og búa til kryppu. Og gera fettu. Og gera kryppu. Ýkjum kryppuna. Og ýkjum fettuna.
skulum við setja hendurnar aðeins framar, setja undir okkur tærnar og ýta okkur upp í letilegan hund. Við ætlum að hreyfa okkur hægt í þessum tíma og yfirvegað en vanda okkur við allar hreyfingarnar. Við sendum hælana vel niður, kannski þurfa að hafa hnén aðeins bogin fyrst, mikið toga aftan á lærunum en getur vel verið að við smellum þau bara beint niður í gólf, fletjum úr bakinu, þrýstum í gegnum lófana eins og vaff á hvolfi. Og við skulum lyfta okkur upp á tær og síðan niður og lyfta okkur aftur upp á tær og síðan niður og lyfta okkur upp á tær og síðan niður. Og við skulum losa hægri fótinn og tillunum hérna aftan á hvalfann, senda vinstri enn betur niður í gólf og skipta. Og skila. Og við erum í hundinum og við ætlum að stíga fram með hægri fót og setja hnéð niður í gólf á vinstri. Og við ætlum að teygja hér upp handleggina og ýta mjöðmunum aðeins dýpra og aðeins framar inn í stöðuna. Og við ætlum að halda og losa tilbaka og falla hér yfir fótinn. Rétt okkur upp og aftur tilbaka. Ljómandi gott hérna. Og við erum hérna upp á njánum, sléttum vel úr ristunum, losum hendur og læðum hægri bara dingla alveg lausri. Svo sveiflum við vinstri höndinni hérna upp meðfram eyranu og við ætlum að halla okkur yfir til hliðar. Eða alveg beint bara yfir til hliðar. Hnén saman, hægri höndin lafir og halla. Og aftur upp í miðju. Setjum svo hendurnar fyrir framan okkur og tærnar undir og ýtum okkur aftur upp í hundinn. Og við erum í hundinum. Og hundurinn þarf alls ekki að vera kjurr. Hundurinn getur verið á hreyfingu, stíið til skiptis í hælana, þrýst í gegnum lófana. Og svo ætlum við að stíga fram með vinstri fót og hnéð niður á hægri. Og það er svolítið svona eins og einhver sé að setja hendurnar hér aftan á og ýta okkur ofan í stöðuna. Það er þannig tilfinning sem kemur hérna framan á lærið og upp í náluna, upp í mjaðmagrindina. Treyjum okkur upp og við höldum aðeins. Höldum við þessa stöðu og sígum ofan í stöðuna betur. Og svo réttum við úr fremri fætinum, leggjumst yfir fremri fótinn. Finnum teygina hérna aftan á lærinu. Og komum svo upp á hnén, aftur eins og hinum megin. Nema nú er það vinstri höndin sem dinglar niður. Hægri kemur upp og til hliðar. Munum hnén saman, réttum úr ristunum, vinstri höndin lafir og hægri kemur upp. Og gerum alveg ótrúlega góða teygju hérna á hliðina. Og svo rennum við aftur upp í miðju, setjið tærnar undir, lófana í gólf og ýtið ykkur aftur upp í hundinn. Og við höldum aðeins hundinum. Ýðum aðeins í hundinum eins og við þurfum. Og við ætlum aftur að gera sömu hreyfinguna. Stíga fram með hægri fót og setja hnéð í gólf á vinstri. Réttum okkur aðeins upp í þetta skiptið. Setjum hendurnar á mjaðmir og ýtum okkur ofan í stöðuna. Og ef þetta er óþægilegt fyrir hnéð, þá skulum við bara hafa teppi við höndina og hafa undir. Teygjum upp hendurnar
horfum upp, höldum aðeins stöðunni og slökum með honum aðeins betur niður og aðeins betur niður. Pínulítið, frábært teygja, við erum búin að vera úti að labba eða hlaupa. Ýtum okkur upp, leggjumst yfir fótinn. Gott að hafa hendina sitt hvorum megin við hælinn. Finnum teygjuna hérna aftan á lærinu. Finnum hvað dásamlega góð teygja. Setjum svo fótinn aftur, komum upp á hnén. Hægri höndin lafir niður, vinstri kemur upp og við teygjum á hliðinni. Ýtum mjöðminn alveg til hliðar og aftur upp í miðju. Setjum tærnar undir, lófana í gólf, ýtum okkur upp í hundinn. Stígum vel til skiptis í hæla, lyftum okkur jafnvel aðeins upp á tær og svo ætlum við að stíga fram með vinstri fót og snéða hægri í gólf. Rétt okkur hér upp, hendur á með mér og ýtum okkur niður í stöðuna. Alveg. Og svo upp með handleggina, horfum upp og byrjum að síga þess dýpra. Svo erum að leka niður í stöðuna, aðeins lengra niður og pínulítið. Lyftum okkur upp, leggjumst yfir fótinn. Með teygjan aftan á lærinu. Svo frábæri teygja aftan á lærinu. Komum svo aftur upp á hnén. Þá er það vinstri höndin sem lafir núna. Hægri kemur upp og teygjum hérna á hliðinni. Teygjum ennþá betur á hliðinni. Og aftur upp í miðju. Og við erum hér upp á hnjánum og við ætlum að skilja vinstri eftir. Bara svona eins og hún er. Kannski vil ég setja tærnar undir ykkur til að styðja við hérna upp á jafnvægi. Annars skiljum við bara eftir. Hægri kemur hér út til hliðar. Og annarkvort er hællinn svona í og tærnar vísa beint upp í loft. Eða ef við getum rétt úr ristinni en að tærnar fara niður, þá gerum við það. Við leggjum hægri höndina hérna sirka bát ofan á hnéð. Vinstri kemur hér upp og við búum til stöðuna sem heitir hliðið. Góð teygja á hliðinni, í hliðinu. Ha ha ha. Rosa gaman að gera svona djók þegar maður er einn að taka út tíma. Þeir eru örugglega að veltast heima. Og aftur upp í miðju og tilbaka. Ljómandi. Skiljum hægri eftir, eða tyllum tánum í ef við þurfum fyrir jafnvægið. Vinstri kemur hér út. Annarkvort tærnar beint upp í loft eða réttum úr ristinni. Leggjum vinstri lófan hér á hnéð, hægri höndin upp og komum hér í hliðið. Kannski getum við haft fingurgómana bara ofan á ristinni á vinstri. Svo dásamlega teygjan hér upp í miðju og aftur upp á hnén. Nú skulum við aðeins krjúpa, setjast vel aftur á hælana, rétt úr bakinu, loka aðeins augunum. Og við skulum á innöndunni lengja svolítið hnakkann betur. Og frá öndunni setjast þyngra ofan á hælana. Öndum að, lengjum hnakkann. Öndum frá, setjast þyngra ofan á hælana. Einu sinni enn. Öndum að, langan hnakka. Og frá, setjast vel ofan á hælana. Ljómandi gott. Komum aftur upp á hnén. Ætlum að taka smá bakfættu núna. Og þið getið valið að gera nokkrar útfærslur af þessari stöðu. Við getum haft ristana bara alveg sléttar
og fari hérna bara beint aftur í kamelstöðuna sem við höldum hér í hælana. En af því við ætlum að gera þetta tvisvar, þá getur vel verið að það sé betra að byrja með því að hafa tærnar svona undir, þannig að það er styttra hérna aftur í hælana og kannski er þessi staða bara mjög svo óþægileg að þá getum við gert bara hálfa stöðu. Þá erum við með hnéð í gólfi hægra megin og stígum í fótinn vinstra megin og grípum bara með hægri hönd í hælinn hægra megin og teygjum okkur hér upp. Þið veljið ykkar útgáfa af stöðunni, þannig að annaðhvort full kamilstaða, tvisvar sinnum, sléttar, ristar, hallar sér aftur, teljum 10 hér, hær undir, haldi í hæla, 10 hér, eða gera hálfan. Og ég ætla að gera það í dag, bara af því ég held ég hef ekki sýnt ykkur það neitt rosalega oft. Þetta er mjög góð staða. Við erum á hnénu hægra megin og munið það, getum brett upp á dýnuna eða sett teppi undir ef þetta er óþægilegt. Grípum með hælinn hérna hægra megin, höllum okkur vel aftur, vinstri höndin kemur upp og aftur með og við finnum þess að frábæru teygju hérna framan á lærinu og upp í mjöðmina og við höldum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Öndum að spenna fyrir það að koma upp úr stöðunni, einmitt, og skila og skipta. Nokkuð þægilega fyrir, látum fara vel hnéð, grípum svo í hælinn hérna vinstra megin, höldum þéttingsfast í hægri höndin kemur upp. Það er ágætt að miða við að horfa á þumalinn og við öndum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1. Upp úr stöðunni og krjúpa. Ekki barnið, heldur krjúpa. Og við erum áfram í krjúpandi stöðu, en á eftir bakfettum þá er langbest að gera snúninga. Þannig við ætlum að setjast núna hægra megin við okkur sjálf úr krjúpandi stöðu, losa vinstri og plassera hann hérna fyrir utan hnéð. Og kannski getum við alls ekki haldið jafnvægi í þessari stöðu og þurfum bara að vera hérna með gott tak á fætinum og þá reynum við bara að snúa okkur svona yfir til vinstri. Ef við hins vegar náum í fótinn og getum haft jafnvægi nokkuð þokkalegt, þá föðmum við hérna fótinn, snúum og jafnvel losum vinstri, setjum hana aftur fyrir bak og horfum yfir vinstri öxlina. Þá öndum við að og réttum okkur upp og frá og snúum enn betur upp á okkur og aftur öndum að, lengjum hrygginn, snúum svo upp á okkur og frá öndum og einu sinni enn öndum að og frá. Afvindum okkur og komum aftur upp í krjúpandi stöðu. Við krjúpum, setjum svo vinstra megin við okkur, losum hægri fótinn, stígum hér út fyrir hnéð og kannski þurfum við að vera bara hér og horfum bara hér yfir. Það er snúningur á bakinu þó við finnum ekki mikið, en hægt og rólega náum við að halda fætinum í gólfi og sitja almennilega upprétt. Annars tökum við næsta skref, höldum utan hnéð, snúum og horfum hér yfir eða bætum í, losum hægri, setjum hann hér fyrir aftan bak og horfum yfir öxlina. Þá öndum við að, lengjum okkur, frá, snúum betur upp á okkur. Aftur anda að, alveg svo sé snúra í kollinum á okkur hérna upp í loft sem að togar í þegar við öndum að
og frá og snúum upp á okkur. Einu sinni enn, við erum löng og anda frá snúin. Og skilum okkur aftur í miðju og komum einu sinni enn upp í krjúpandi stöðu. Drögum aðeins axlirnar aftur, réttum vel úr okkur, lokum aðeins augunum. Finnum að við höfum aðeins hreyft við líkamanum, við erum búin að vera að teygja núna svolítið á hliðunum, snúa aðeins upp á okkur. Öndu rólega, lengjum aðeins nakkan, framöndun síga betur niður á hælana. Einu sinni enn, anda að, langur hálsinn og frá, setjist enn betur á hælana. Frábært. Við skulum aðeins leggjast á magann, taka eina bakflettu í viðbót. Skulum hafa hana bara einfalda og styrkjandi. Rosalega þægilegt ef við erum einmitt búin að vera mikið að labba eða komin á fullt í garðvinnunni, bógra mikið. Við skulum setja hendurnar niður með hliðum, láta lófana snúa upp og skilja handarbökin eftir í gólfinu í dag. Og svo ætlum við bara að lyfta höfðinu, lyfta brjóstkassanum, lyfta efri hluta líkamans og við getum verið hér fyrir 10 eða bætt við fótleggjana líka og lyft þeim upp og tekið 10, muna anda rólega, 9, hafið handarbökin í gólfinu, 8, 7, 6, 5, 4, 3 og við finnum aðra vöðvarnir í mjóbakinu sem halda okkur hérna uppi. 2 og 1. Slökum. Beygum hnén, smá rúðuþurrkur hreyfingu hér. Rugga til mjöðmónum. Komum svo aftur upp í sitjandi stöðu núna. Setjumst. Og akkurat á móti bakflettunni. Við gera smá miðjustyrksæfingu. Við ætlum að leggjast á bakið og gera nokkrar fótalyftur. Getum valið að hafa hendurnar niður með hliðum eða sett hendurnar hér upp fyrir höfuð. Við ætlum bara að gera 5 fótalyftur í dag. En við ætlum líka að gera þær bara í rólegheitum. Við hafa fæturnar alveg saman. Og við ætlum að anda að og lyfta rólega upp fótleggjónum og anda rólega frá og skila þeim hægt og rólega niður í áttina að gólfi. Það eru svona 5-10 cm eftir hann í gólf. Þá stoppum við og við öndum aftur að og förum í rólegheitunum hérna upp, alveg þannig kon upp í 90 gráður og látum svo fæturna síga aftur rólega niður í áttina að gólfinu. Okkur liggur lítið á sem að hreyfa okkur hægt í dag og vanda okkur. Og svo öndum við aftur að, þessi númer 3 og rólega niður. Halda vel við. Og svo númer 4, lyftum rólega, rólega, rólega upp og sígum alveg löturhægt niður. Okkur liggur ekkert á. Absolutt ekki neitt. Og síðasti, lyftum fótunum hægt og rólega upp. Liggur ekki lífið á og upp fara fætur. Svo síga þeir rólega niður. Höldum vel við. Ítum bakinu vel ofan í gólfið.
og beygjum svo hnén, tökum þau að okkur, nuttum aðeins bakið, smá hringi og setjum svo upp. Skulum ekki alveg yfirgefa miðjuæfingarnar. Skulum taka einn góðan bát. Tökum okkar bestu útgáfu af bátnum svona miðað við hvernig liggur á okkur í dag. Við getum velt okkur hérna og farið upp í alveg fullan bát eða haldið við hnén. Tökum 5, 4, brosandi 3, 2 og 1. Ljómandi. Við skulum setja iljarnar saman. Hafa hælana svona frekar lengra frá í dag heldur en hitt. Halla okkur vel fram. Setja olnbogana vel út fyrir fætur. Slaka hér á. Leyfum þyngdaraflinn að vinna með okkur. Höfuðið fer á endanum hérna niður á fæturnar. Það kemur að því. Getum líka þvingað á hérna niður. En það er ekki það sem við erum að leita eftir í dag. Við þurfum að slaka á inn í stöðuna. Við þurfum ekki að vera kjur. Sumir vilja plaka hnjánum til. Aðrir rugga sér inn í stöðuna. En aðrir vilja vera grafkjörur og leyfa bara andardrættinum að leiða sér hægt og rólega með höfuðið niður. Ljómandi, réttum okkur svo upp. Við skulum taka eina stöðu í viðbót áður en við tökum slökunarstöðurnar. Við ætlum að fara í axlastöðuna og úr axlastöðunni ætlum við að fara í brúna eða hálfbrúna eins og við köllum hana líka mjög oft. Því að það sem við köllum yfirleitt brú heitir hjólið í jóga. Þannig að við setjumst bara framarlega á dýnuna, veltum okkur svo hér upp í axlastöðuna eins og pláss leyfir. Höldum við bakið, slökum á fótunum í dag. Andum hér rólega. Til að fara í brúna eða hálfbrúna þá skiptum við um grip. Þannig að þumlarnir snúa inn í áttina að hryggsúlunni. Og svo látum við fætur síga hægt og rólega niður í átt að gólfi. Þannig að við höldum hér við þegar við lendum. Ef að þetta er alveg ómögulegt fyrir ykkur, þá veltið ykkur einfaldlega bara niður úr axlastöðunni og ýtið ykkur svo upp í þessa stöðu frá gólfi. Og við höldum stöðunni í dag, slökum á hálsinum, finnum hvernig hálsinn lengist úr axlastöðunni og í þessari stöðu. Og ef þið viljið þá getið þið losa hér hendur og ýtt ykkur alveg upp í hjólið eða fulla brú. Annars höldum við áfram, höldum við, spenna vel vöðvana í rassi og lærum til að halda okkur uppi. Svo losum við takið, látum okkur síga niður
Fara rólega rétt úr fótunum. Látum lófana snúa upp, komin eins og við séum í slökunar stöðu. Við ætlum ekki að fara í slökun alveg strax samt. Aðeins að finna áhrifin af axlarstöðunni. Við setja iljur í gólf, cirka dýnubreidd á milli fóta. Skulum setja hendurnar út til hliðanna, leyfa lófanum að snúa upp. Og af því við erum búin að teygja svo mikið á hliðunum, þá ætlum við líka að snúa aðeins meira upp á hryggsúluna í dag. Við ætlum að láta hnén falla yfir til hægri og ekki gera neitt annað heldur en bara leyfa þeim að falla í áttina að gólfinu hægra megin. Munum að fætur eru cirka dýnubreidd í sundur. Það er ágætt bil á milli fóta sem sagt. Og svo bara eru hnén hægt og rólega að vinna sig niður í gólf hægra megin. Handleggirnir út til hliðanna. Herðablöðin líka í gólfinu. Slökum á hálsinum. Engin áreynsla í þessari stöðu. Bara þolir með þig. Það er bara að bíða. Og förum aftur upp í miðju með hné. Handleggirnir áfram kjörur í gólfi. Herðablöðin afslöppuð. Hálsinn í þægilegri sveigju og svo falla hnén yfir til vinstri. Ekkert annað að gera. Alveg óvirk staða en samt snúningur á bakið. Og aftur upp í miðju. Já, þetta er gott. Skulum svo hagræða okkur eins og ykkur þykir best til að taka slökun. Skulum láta lófana snúa upp, handleggina langt eða stutt frá líkamanum. Lengjum vel hálsinn samt án þess að hafa einhverja þvingu á honum. Réttum úr fótunum. Bilið langt eða stutt, þarf að fara vel hælana. Slökum ekstra vel á mjaðmagrindinni. Fletjum vel úr rassvöðvunum. Skulum krumpa tærnar vel inn í áttina ilinni, spenna tærnar í sundur og slaka svo á tánum. Reyna að finna fyrir einhvers konar slökun í iljónum. Reyna að slaka á ristunum og ökklunum. Gefa eftir í hnjánum. Með kálfarnir fletji vel úr sér. Slaka á innan á lærunum. Framan á lærunum og utan á lærunum. Slakum á aftan á lærunum og fletjum vel úr rassvöðvunum. Fótleggina alveg afslappað eins og við getum.
Slaka á mjóbakinu. Slaka á efri hluta baksins. Slaka vel á milli herðablaðanna. Færum athyglinni í svæðið þar sem að hálsinn og herðarnar mætast. Skulum slaka sérlega vel á því í dag. Gefa alveg eftir. Hafa axlirnar þungar, hægri axlinn fletur úr sér, vinstri axlinn fletur úr sér. Slökum vel á axlunum. Slökum vel á aftan á hálsinum, upp í hnakkann. Skulum reyna að slaka á kjálkanum, andlitinu. Anda rólega að og anda rólega frá. Anda svolítið kröftulega að og byrja að hreyfa aðeins til líkamann. Setja iljarnar í gólf og draga aðeins upp hnén. Skulum hafa fæturnar samt alveg saman núna, með iljarnar í gólfi. Aðeins að rugga hnjánum fyrst yfir til hægri og yfir til vinstri, aðeins að mýkja bakið. Og svo skulum við setja hægri fótinn upp þannig að ökklinn á lærinu vinstra. Svona eins og við séum að búa til 4 hérna. Ef við myndum rétta fótinn upp, en ekki gera það. Það er fótinn. Skipta. Ekkert endilega finna fyrir miklu teygi, við erum bara að reyna að opna aðeins meðanliðinn liðkan með því að ýta hnénu aðeins lengra í áttina frá okkur. Engu offorsi eða áreynslu, bara mýkja, mjúk hreyfing og fótinn aðeins á hreyfingu og skila. Skulum við koma okkur aðeins yfir á hægri hliðina og þaðan upp í sitjandi stöðu. Og þegar við erum sest upp skulum við krossleggja fætur. Það fari vel okkur. Sitja þannig að það fari þokkalega vel okkur. Og augun lokuð. Slaka á handleggjunum, getum haft hendurnar hér á hnjánum eða láta lófana snúa upp. Slökum á hálsinum. Við hendum djúpt að, inn nefið. Við hendum rólega frá, út nefið. Við hendum að og við hendum frá.
öndun og frá öndun. Við öndum að og við öndum frá. Við öndum að og við öndum frá. Við öndum djúpt að og við öndum rólega frá. Við öndum að og öndum frá. Og aftur, öndum djúpt að og rólega frá. Og einu sinni enn og rólega frá. Og við getum haldið hér áfram að sitja með lokuð augun og fylgjast með okkar eigin andardrætti í smá stund til að tæma alveg hugann og róa enn frekar taugakerfið. Þetta verður gott alltaf í lokin á jógatímanum að taka nokkra mínútur í að hugleiða. Nei, við erum búin að fá nóg í dag. Finnum vonandi fyrir ró í huganum og aðeins librara baki og kannski finnum aðeins fyrir teyjunum sem við vorum að gera á hliðunum. Kannski finnum við fyrir þeim frekar á morgun. Allavega nauðsynlegt aðeins að teyja stundum svona hliðarnar þegar við vinnum flest beint fram fyrir okkur, næstum því allan daginn. En annars segi ég takk fyrir í dag. Namaste.